úr því að ríki ber hér á góma. Ríkið hefur verið með áfengisengasölu. Já. Það hefur komið upp dálítið áraun fyrir það kerfi með þessum netsölum og nýjum aðilum sem hafa, að því að mannum finnst vera svona nýta sér einhverja smugu í kerfinu, en svo leið þá opinberast það að rekstur á TFR er taprekstur og þá spyr maður sig sko að því að ríki innheimtir í gegnum áfengisgjald sína skatta af þessu, akkur er ríki að hafa fyrir því að reka með tapi dreifingu áfengi þegar aðri er væntanlega tilbúið, eða myndi félagi eins og Festíki hafa áhuga á því að reka slíka þjónustu? Ég hef allavega þá sýn og mjög skýru sýn og ég veit að það eru fleiri sem eru sammála mér í því að það eru auðvitað tímaskekkja að ríki sé að reka fyrirtæki á samkeppnismarkaði þar sem einkaaðilar eru fullfærir að reka slík fyrirtæki sjálfir og eru nú þegar í samkeppni. Ég ætla að draga annan markað upp sem er mér eiginlega sko enn kærari og það er einmitt orkumarkaðurinn. Ég hef verið að koma inn á það að á þeim smásölumarkaði í raforkusölu til heimila og til fyrirtækja að þar eru núna af 9 aðilum sem að selja í smásölu raforku, 4 sem í opinberri eigu. Og það finnst mér eitthvað sem væri vert að skoða, sérstaklega það sem flest þessara fyrirtækja, allavega 3 þeirra, eru sjálf í framleiðslu, sjálf í dreifingu og maður spyr sig, er ekki nærtækara einmitt að verja fjármunum, tíma, orku og öðru í því að laga innviði hjá hinu opinbera til þess að styðja betur við þá þessa smásala sem eru einkaaðilar og eru í harðri samkeppni heldur en að vera með slíkt á örmum hins opinbera og ég ætla ekki að ýja því þó svo sérst að tala hérna rekstur ÁTVFRs að það eru þetta þekkbar í sögunni að ríkisfyrirtæki eru ekki í þannig stöðu að það sé sami þrýstingur á þau að hafa jafn mikið aðhald í rekstri og raun ber vitni á einkamarkaði. Þannig að þetta ákveðin tímaskekkja sem ég trúi ekki að við ætlum að fara að horfa aftur til. Ég hef verið að grínast að því að Jónin ofta reyði upp söguna sko. Já. Að hérna á árum áður var, minnst það reynda svolítið flottu titill, Frís. Það var ferðaskrifstofa ríkisins. Svo var auðvitað viðtækjaverslun, Frís, ferðaskrifstofa ríkisins. Já. Svo var það viðtækjaverslun ríkisins sem að, ég ætla nú ekki að fara langt með þetta. Það var margt ríkisins. Það var margt þannig og þetta er auðvitað bara svolítið tímaskekkja að við séum að horfa upp á þetta núna og það er líka samkeppni þarna hjá henni opinbera í sko uppsetningu hleðslustöða og sala á þeim og mann grunar ofta tíðum að því við erum nú grjóthörð í okkar rekstri og höldum verulega aftur á kostnaði og öðru og horfum í hverja krónu að þar er dæmi uppsetningu á viðskiptamódeli sem að við sjáum ekki alveg hvernig það geta gengið upp. Þannig að freistni vandi mögulegur í því að þú ert með stóran og mikinn rekstur að eitthvað geti komið úr öðrum hliðum rekstrar hjá hennu. Þetta var allavega ekki komið veg fyrir að ég held að raforkuverð til almennings hafi bara hækkað mjög mikið. Ég sá neytendasamtökin sögðu 15% á síðasta ári, ég veit ekki hvort að þær tölur eru rétt. Sko við fögnum því allavega, núna kominir viðskiptamarkaðir, Elma var nú bara að opna í fyrradag og hérna Vonarskarð líka viðskiptamarkaður raforku, að við hvetjum bara þessa opinberu aðila sem líka í samkeppni við okkur á smásölu markaði að fara með orkuna sína inn á þessa markaði og láta verða samkeppni og í raun og veru markasverð rafmagns koma í ljós. Í stað þess að selja beint til sjálfsins og þaðan út til viðskiptavina. Ég held að það myndi gefa rétt raforkuverð til allra og mun sanngjarnara verð.